Þá það fjórði dagskrárliður, reglur lóðaveitingar, endurskoðun. Bæjarfulltrúi Edward Hæbens tekur til máls. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Aftur kemur nú eitthvað til minna kasta núna þar sem ég satt aftur þarna í vinnuhópi frá skipulagsráði að þessu sinni reglur lóðaúthlutanir og lóðaveitingar og endurskoðun þeirra. Við höfum það markmiði skipulagsráðið á þessu tímabili að endurskoða einmitt reglurnar frá því sem eru frá árinu 2006. Og í fyrsta lagi þá vildum við auðvitað uppfæra reglurnar bara með tilliti til breytt skipulags, þar að segja að við heitum nú skipulagsráð og skipritið búið að breyta hjá Akureyrarbæ. Og síðan höfum við fengið ákveðnar vísbendingar að reglurnar séu bæði óaðgengilegar og misvísandi. Ég fór í þennan hópa á Tryggva Má Ingvarssyni formanni skipulagsráðs og við fengum til liðs við okkur Ingu Elísabetu Vésteinsdóttur landfræðing til þess að hjálpa okkur við að setja reglurnar saman. Og í fyrstu þá var markmiðið einfaldlega þetta að einfalda þessar reglur og uppfæra þær og skýra, en þegar við fórum af stað þá komu fleiri atriði fram. Eitt af því var að við vildum þá að það kom fram að það veri sennilega rétt að einfalda kerfi við útdrátt lóða. Áður þá voru tvær leiðir mögulegar, að dregið væri úr umsóknum fyrir ákveðnar lóðir og hins vegar að draga væri úr umsóknum fyrir hóplóða eða safnlóða. Og sá sem yrði efstur fengi fyrsta valrétt hvaða lóð sem hann vildi. Eftir breytingu þá einungis fyrri aðferðin í boði, þar sem sagt að það dregið væri bara úr umsóknum fyrir hverja lóð fyrir sig. Það bara skýrt þannig og ekki safnlóða inn í því. Annars vegar þá gerum við þá kröfu núna að byggingaraðilar lýsi sínum byggingaráformum strax í uppsóknarferlinu, þannig að við getum lagt þetta grundvallar skipulagsákvörðunum í framhaldinu. Þannig að við vitum sirka hvað menn ætla sér að gera með lóðirnar, sérstaklega þegar kemur að því að það sé þá samræmi milli sínar skipulagsráðs fyrir tiltekin svæði og tiltekna staði og aftur þessar byggingar sem að koma. Þannig að það kom ekki til kastan á síðari stigum. Í þriðja lagi þá leggjum við áherslu á að gefa þeim aðilum sem eru umsækjendur stoppstyrki forgang umfram aðrar umsóknir og einnig fasteignafélög sem eru rekin án arðsemiskröfu að þau njóti ákveðins forgangs í úthlutun lóða. Og síðan að fjórða lagi þá lengjum við framkvæmdafrest úr 6 mánuðum í 9. En eftir sem áður þá þurfa aðalteikningar að hafa borist skipulags- og byggingafulltrúa eigi síðan 3 mánuðum fyrir lok framkvæmdafrests. Nú við bárum þetta undir bæjarlögmann og bæjarlögmaður kom með athugasemdir sem vörðuðu svona praktísk atriði þarna. En þar var eitt kannski atriði sem stendur upp úr sem varðar stefnumörkun af hálfu bæjarstjórnar og snýr að því hvort að kjörnir fulltrúar í skipulagsráði, þar að segja þessu sitja í skipulagsráði, eigi yfir höfuð að hafa með lóðarúthlutanir að gera. Bæjarlögmaður benti á það að þetta gæti stangast á við ábyrgðarmörk kjörinna fulltrúa, eða væri allavega hægt að túlka þannig. En þá við lítum svo á að þarna þyrfti þá að breyta samþykktum fyrir skipulagsráð Akureyrarbæjar og það þá væntanlega á vettvangi bæjarstjórnar sem það gert. Spurningin með öðrum orðum, eiga fulltrúar í skipulagsráði að hafa það með höndum að úthluta lóðum eða ætti það að vera einhver annar. Síðan atriði sem varða það að skila lóðum og hvernig að tilkynna það og annað sem að bæjarlögmaður bendir á, þar að segja hvort að ef að lóð fellur tilbaka til bæjarins, hvort ekki ber að tilkynna lóðarhafa það. En við lítum svo á það skapi nú bara óþarfa bréfaskriftir og geti flagt úthlutun lóða og það sé alveg eins gott að sá aðili sem að lóðina missi, hann veit væntanlega af því og getur þá nálgast hann aftur í auglýstu ferli eins og aðrir aðilar. En þetta sem sagt liggur þá fyrir, þetta búið að taka svolítinn tíma að koma þessu í gegn og fór nokkra hringi bæði í ráðinu og með bæjarlögmanni til þess að sérstaklega tryggja það að við legðum fram nokkuð heildstætt plagg hér til umræðu og sem væri þá frágengið á okkar hálfu að öllu leyti og þetta eru þar með eins og ég segi þá okkar tillögur frá skipulagsráði og þessum vinnuhóp sem að skipulagsráð skipaði sérstaklega og leggjum það þá fram hér af heilum hug. Takk. Bæjarfulltrúi Edward Hæbens hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Baldvin Valdimarsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að lýsa ánægju minni með þessa tillögur sem eru lagðar hér fram fyrir bæjarstjórn sem eru reglur lóðarúthlutun. Og ég tel heilmikil framför í þessum reglum. Það eru skýrar, gegnsæjar og góðar. Það reyndar eitt sem að
Ég hef verið að velta fyrir mér það varðandi kaflan 3.1.3 hæfni umsækjenda. Eftir langa reynslu í viðskiptum að þá einn hópur manna sem að stundum á það til að vaða uppi og eru kallaðir kennitöluflakkarar. Í raun og veru komast þeir í gegnum þetta kerfi. Og ég hef verið í sambandi við bæjarlögmann í dag. Ég var með upphaflega hugmynd að örlítilli breytingu sem að kemur í veg fyrir þetta, en svona lagatæknilega þá gengur það líklega ekki upp og þarf meiri vinnu. En ég vil samt benda á að það er nauðsynlegt að stoppa í þetta gat líka, þannig að við lendum ekki í því. Þarna eru gera kröfu til umsækjenda, nýtt fyrirtæki og ný kennitala ætti að geta farið í gegnum þessa skilgreiningu sem þarna þó aðilarnar á bakvið það félag séu bara alls ekkert góðir. Það er búið að stoppa í þetta hjá ríkinu í reglum opinber innkaup, þar sem að er búið að koma saman ágætistexta hvernig menn geta komið í veg fyrir að einstaklingar af þessu tagi sækjum eða taki þátt í opinberum útboðum. Þannig að ég held að við getum tekið þær lagagreinar sem þar á við okkur til fyrirmyndar það hvernig við getum stoppað þetta gat. En svona þarfur utan að þá er ég bara mjög ánægður með þessar tillögur sem hér liggja fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Baldvin Valdimarsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Preben Jón. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég þakka skipulagsráði og þeim hópi sem vann að þessum breytingum. Þakkir. Ég hef með nokkrar athugasemdir við þetta eftir ég fór að kynna mér þetta og ég veit það að menn er bara eitt gott til þegar menn eru að búa til svona reglur og eru að einfalda málin og reyna að hafa það sem réttlátast. En það eru nokkur atriði sem við hnautum og meðal annars kem inn á atriði sem bæjarfulltrúi Baldvin kom inn á líka. Fyrsta atriði sem stakk mér svolítið stúf, það hugsanlega varðandi kennitöluflakk sem ég held að með sér reyna að stoppa í. En ég á ofsalega erfitt með að samþykkja það einhvern ákveðin brot og hóp sem við erum búin að skilgreina, við ætlum að refsa honum sérstaklega meira. Við segjum að í umsóknarfrestinum, í auglýsingunum að upplýsingar séu óskað eftir yfirlýsingu viðskipta greiðslugetu fyrirtækja. Hugsanlega. Upplýsingar hvort að staðfesta á greiðslugetu umsækjanda bjóðanda, óskum umsækjandi eða einstaklingur skilgreindir skal lágmarks upphæð til grundvallar greiðslumats. Auðvitað á þetta að vera bara alltaf. Þetta á ekki að vera bara þegar okkur dettur í hug. Við erum ekkert að gera með að úthluta lóð til eitthvað sem hefur verið gefna á að byggja á henni. Erum að hugsa, fáum bara greiðslu, þetta að fara að byggja á svo lóð getur það, getur ekki. Hugsanlega hægt að setja það inn. Ég allan að skilja þannig að í auglýsingum útboð skal meðal annars eftirfarandi koma fram upplýsingur hvort það sé óskað. Það valkvætt, hvort við óskum eftir greiðslugetu eða hvort maður hafi getu til að gera þetta. Annað umsækjandi skuldlaus gagnvart bæjaryfirvöldum eða stendur í skilum vegna umsagna og greiðslu skulda við bæjaryfirvöld. Þetta svona almennt í flestum reglum hjá bæjaryfirvöldum. Það annað sem almennt líka, umsækjandi ekki í gjaldþrotaskiptaferli. En svo kemur annað heitt og hefur ekki verið lýstur gjaldþrota á undanförnum 5 árum. Af hverju ætlum við að taka það sem ykkur glæp ef ykkur einstaklingur hefur verið gjaldþrota að hann fá ekki úthlutað lóð á Akureyri í 5 ár og eftir? Hver ástæðan fyrir gjaldþroti? Af hverju þessi einstaklingur var þannig gjaldþrota?
Íslendingar er nefnilega svolítið sérstakir með það að þeir líta niður á fólk sem verður gjaldþrota. Það er mjög erfitt fyrir marga einstaklinga að verða gjaldþrota. Þetta er þjóðaskömmi að það verður bara böl að bera. Það getur að verið hrun eins og var hérna 2008. Alls konar afleiðingar sem geta hafið sem einstaklingur eru gjaldþrota. Nei, þú fær heldur ekki lóð úthluta frá Akureybæ næstu 5 árin. Af hverju? Þessi maður stendur kannski algjörlega í skilum við bæinn. Í staðið skilu öllu sínum opinberu gjöldum. Við höfum ekki hugmyndum, við bara setjum allir undir sama hatt þarna. Við erum að veita, það voru kosningar hérna í haust, uppreisna æru fyrir alls konar brot. En við tökum gjaldþrot mjög alvarlega. Máttu reyna að banka. Það er alltaf leið. Það er bara pening. En gjaldþrot er bara mjög slæmt eða það var úthluta lóð. Þú færð það ekki næstu 5 árin. Og þetta er bara mjög almennt í textum lóð út úthlutanir. Kannski hefur þessi aðili bara hætt rekstri eða bara gefist upp á rekstri, en kannski var gjaldþroti bara að tekið til gjaldþrotaskipta þegar hann hætti rekstri. Er ekki skuldveitin henni, það er búið að gera upp málin. Mér finnst annað gilda ef umsækjari er í gjaldþrotaskipta ferli eða hefur hlotið dóm eitthvað vegna þessa. Það hafi ekki staðið skil og er að taka út sína refsingu. En 5 ár eftir að aðili hefur verið lýstu gjaldþrota, þá hafa hann ekki heimild til þess að fá úthluta lóð á Akureyri. Þó hann sem því við tökum fram að aðilinn skuli vera sýna fram að greiðslugetu. Við getum óskað eftir því frá viðskiptabanka að hann geti gert þetta. Af hverju við að stoppa hann af? Af því hann var gjaldþrota fyrir 4,5 ára síðan. Léttu nú aðeins af þessari skömm. Þetta bara, ég get ekki samþykkt að taka þennan hóp út og segja þú farið ekki út til lóð. Ef þú hefur greiðslugetuna, ef þú ert með greiðslusögunni í lagi, en það kemur ekki fram í þessu reglum. Hafnarfjarðarbær setur inn í sína reglur að umsækjandi skuli meðal annars sem áður ef ekki úthlutað byggingarlóðir í bænum er heimilt að taka mið af fyrri byggingasögu, við tökum ekki fyrir mið af fyrri byggingasögu, að mat á umsóknu lóða af löggilda að neðargreindi þátta, upplýsingar fjárhagsstöðu umsækjanda og fyrri byggingasögu kemur aftur, gæðakerfi byggingarstjóra og iðnmeistara. Hvernig sögu hefur aðilinn, það kemur ekki fram í þessu hér. En ef hafa verið gjaldþrota einhvern tímann út af einhverju óskyldum málum, kemur lóðar úthlutningum ekkert við, ekki neitt. Og ég ætla ekki að setja til það dómarasæti að útiloka þann þátt til þess að það fólk til að halda áfram atvinnuuppbyggingu á staðinu, við höfum að rífa upp þetta fólk, kraftinn, þetta gera áfram. Það er oftast síðan þetta fólk sem hefur stofnað fyrirtæki. Já, þetta er alltaf verið í reglum, það þarf þýðir ekki en það sé rétt. Það þýðir það ekki að við sem að gera rétta hlutina þó að það hafa alltaf verið svona. Versta ástæða sem maður getur komið með fram í reglur og að þetta hefur alltaf verið svona. Það er mín skoðun. Mér finnst þetta vont að setja þessa setningu því þetta stoppar fullt af fólki. Það er mín skoðun. Skipulagsráð er í sérstökum undantekningartilvikum heimilt að veita leyfi eða úthluta lóða án undangengna auglýsinga að fengi samþykki bæjarstjórnar. Hvaða reglur eru fyrir bæjarstjórn úthluta lóð? Getum við úthluta lóð þegar okkur dettur í hug? Þetta er við stærsta loka valdið í því þegar það kemur að svona pólitísku stefnu. Og hvaða reglur höfum við? Er þetta bara kannski pólitísku byllingur sem maður getur farið fram á? Það er svona, ég ætla ekki að vera með djúpt en ég er svona veltist stoppa aðeins við þetta. En það sem er eitt sem er gott í þessu hugsanlega þessu, að það er
annað sem kemur aldrei fram þegar verið að veita lóðir annað, það hugsanlega hugmyndaréttur. Eða kemur ykkur aðili hérna og óskar eftir að byggja á einhverjum lóð eða lóðareit og það er með mjög flotta hugmynd. Það kemur með mjög flotta hugmynd að einhverju við byggingaframkvæmdum, þá þurfum við að auglýsa það. Nefnum bæjarstjórinn grípa inn í. Ok, það er að auglýsa lóðina, en ef aðrir aðilar stela hugmyndinni sem hefur gerst hérna í bænum, menn hafa bara selt lóðina og aðrir byggt þessa hugmynd, við metum hugmyndarétt aldrei neitt. Mér langar bara að vísa því áfram til vinnu til skipulagsráðs á að hugsanlega meta svona vinnu 25% eða eitthvað. Þau verður að koma svo sækja lóðina og einhver annar kemur, ég er líka með þessa hugmynd. Já, þú þarf að vera hugsanlega 25%, 30% dýrari til að fá það. Kaupa hugmyndaréttin. Við verjum aldrei hugmyndarétt. Mér langar að vekja sérstaklega athygli á þessu með þessu þessari setningu varðandi gjaldþrot á undanförnum 5 árum. Því að mér finnst það vond refsing eða vond viðmið við fólk sem við höfum ekkert með að gera. Það getur verið bara ágætis greiðslustöð þú farið í gjaldþrot, þú getur bara náður upp úr því. Og af hverju tökum þessa þátt? Hvaða önnur brot eigum við að taka inn áður við viljum veita lóð? Það er ágætis texti inn á lögum Alþingis, reyndar frumvarp til laga varðandi vátryggingastarfsemi. Þar kemur fram að aðilar búsettir hér á landi skulu vera lögráða, fjársýnsráðandi, hafa óflekkað mannorð, mega ekki á síðustu 3 árum hafa verið í tengslu við atvinnurekstur hlotið dóm fyrir refsiverðan verknað samkvæmt almennum hegningarlögum eða lögum hlutafélög, einkahlutafélög, bókhalds, ársreikninga, gjaldþrot eða opinber gjöld. Hlotið dóm. Gjaldþrot eitt og sér er ekki dómur. Gjaldþrot er bara ferli. Ég legg til að menn svona allan að hugleiða þetta og skoði þetta á betri og kannski eitthvað svörum en þarna er alveg komin tími til að við snúum því við og hvetjum fólk til dáða þeir sem hafa dug og kjark til og getu. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Preben Jón hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Edvard Hæbens hefur beðið orðið. Ágæti forseti og bæjarfulltrúar, ég þakka þessar ábendingar sem koma inn í þessa vinnu. Ég gerir ráð fyrir að málinu verði þá frestað og við fáum færi til þess að gera eitthvað með þetta. Til að mynda það að reyna að koma á orðalagi opinberra innkaupa varðandi til að gera það fyrir kennitöluflagg, sem ég held að sé mjög mikilvægt. Ég hef grun það að þessi 5 ára regla sem er reyndar í reglum Reykjavíkurborgar lóðaúthlutun og reglum Akureyrarbæjar fyrri reglum líka, en það auðvitað sjálfsögðu réttlættir ekki að þær eigi bara að vera þar vegna þess að voru það síðast. Ég held að það er komið til að einhverju leyti í tengslum við lögum gjaldþrotaskipti sem þyrfti að skoða samhliða og til að mynda það að öllu jöfnu er skuldarinn skráður í vanskilaskrá í 4 ár frá loknum gjaldþrotaskiptum. Það er til að mynda það er einhvers konar reglur það. Þannig ég held að þurfa að skoða þetta aðeins með þá lögum nr. 21 frá 91 gjaldþrot og fleira sem að til þess að átta sig á því að það gæti mögulega einhver ástæða fyrir þessari 5 ára viðmiði sem að ég kann ekki að skýra, en það er rétt að kannski glöggva sig á því í staðinn fyrir bara að taka það alveg hreint út. En ég tók því þannig þegar ég skoðaði regluna sjálfur að þetta væri viðleitni til að gera það fyrir kennitöluflagg að einhverju marki, en það er annað. Það má vel taka til þess að yfirlýsing banka sé þess óskað. Ég held að það aftur líka sé með það fyrir augum að það verði þá ekki algilt, það geti verið aðrar aðstæður sem að gefa okkur þá svigrúm til þess að þurfa ekki endilega að fá yfirlýsingu frá viðskiptabanka við einhverja tiltekna aðstæður eða við einhverja tiltekin eignarform á byggingaréttinu með einhverju slíku. Og það að meta hugmyndaréttin held ég sé nú alveg afbragðshugmynd, en það getur svo orðið ákaflega flókið að rekja það upp og einhvern veginn þyrftum en þá
negla þann hugmyndarétt í gadda með einhverjum hætti til að mynda þeim ferli sem hefur verið hannað í kringum einkaleyfi og hugverkaréttindi og það er meira heldur en að segja ég átti hugmyndina fyrstur. Þannig að það þyrfti þá að fylgja því ferli ef við ætlum að fara að meta hugréttindin, eða það er hugmyndaréttin einhverju, að þá þyrfti að fylgja því ferli sem almennt gildir hugverk eða einkaleyfi á því. Og þannig að aftur verður það kannski öllu flóknara, sérstaklega þegar kemur á framkvæmdinni, þó að vissulega í prinsipinu hljómi það vel. Takk. Bæjarfulltrúi Edvard Hæpens hefur lokið máli sínu. Ég ætla að biðja varaforseta að taka við stjórnfundarins og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur beðið orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Takk fyrir fína umræðu þessi mál. Varðandi þær upplýsingar sem ég hafði frá bæjarlögmanni í dag meðal annars varðandi þessa 5 ára reglu er það að þessi regla er í gildi almennt í öðru sveitarfélögum þessu stærri. Ég veit að það hljómar kannski ekki sem rök fyrir suma en engu að síður er þetta þarna inni og í endurskoðun reglum frá árinu 2014 hjá Reykjavíkurborg þá er þar 5 ára regla. Hjá hinum stærri sveitarfélögum er það líka að mér skilst og þetta er meðal annars haft þarna inni til að koma í veg fyrir brask á lóðum hjá kennitöluflökkurum og því líkt. Ég líti ekki niður á það sem verða gjaldþrota og það er alltaf, en það er held ég megin ástæða fyrir því að þetta sé þarna inni. Að fylgja þeim reglum sem almennt eru og líka að horfa til þess að þeir sem að braska með lóðir og í hinu og þessu þar inn á milli eru því miður einstaklingar sem að verða reglulega gjaldþrota út af ákveðinni áhættu eða ákveðnum viðskiptaháttum. Þannig að ég held að það sé megin ástæðan. Ég þakka fyrir. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur lokið máli sínu og biður forseta að taka við stjórn fundarins. Orðið er laust. Bæjarfulltrúi Brynjar Jón hefur beðið orðið. Já, forseti, bæjarfulltrúar. Ég skil vel hugmyndarhöfðin með að reyna að sporna við braski með lóðir. Nú, við getum óskað eftir yfirlýsingu viðskiptabanka. Við getum óskað eftir greiðslugetu viðkomandi. Við getum óskað eftir hvað menn sem að fara að byggja og við hafa einhver ákveðin tíma til framkvæmda. Og ef þú framkvæmir það ekki, þá verður bara að skila inn lóðin aftur til bæjarins. Þess við getum líka, hann sé ekki áfram seljanlegur þessi réttur. Ef það er það sem við viljum koma veg fyrir, það er braski með lóðir, þá getum við auðveldlega gert það. Þessu bara aftur skilað inn til bæjarins. Auðvitað getur við byggt einhvern grunn og selt það svo. Þá er mann ekki sýnt fram greiðslu og ég held við komumst aldrei í veg fyrir ákveðið brask og sem betur fer. Þá held ég nú að flestir þeir sem verða gjaldþrota margir hverjir, þetta sé nú meira minna annaðhvort óheppilegar ákvarðanir eða ófyrirséðlegar aðstæður sem koma, menn sé nú ekkert svona að leika sér að því svona öllu jafna. Þannig að viljum við taka á bröskurum, viljum við taka á óheiðalegu fólki með einhvern hætti, þá þurfum við að gera það á þess að kannski skaða heildina. Vilji einstaklingur fara að byggja sér, það hafi tíma, hugsanlega fjárráð, þó hann hafa orðið gjaldþrota, kannski búið að gera upp fyrir, þá getur hann gert það. Ég veit að þetta er í reglum Reykjavíkurborgar, ég veit að þetta er í reglum annarra sveitarfélaga, þetta er í reglum Hafnarfjarðar, ég fór í gegnum þær. Þetta er reglum Kópavogsbæjar, það fór í gegnum það líka. En þar kemur líka fram að þar er farið í gegnum byggingasögu þessar aðila. Í Kópavogi og Hafnarfirði þá er óskað eftir byggingasögu þeirra aðila og tekið mið út frá því
og jafnvel farið í byggingarstjóra áður en fá lóðinu úthlutað. Hafi þetta verið einhverjir braskarar, hafi þetta verið einhver saga, þá getur þú komið í veg fyrir það á þann hátt. Við erum ekki með það inn í reglunum okkar. Óska eftir að fara og skoða byggingarsöguna. Og ég veit að það er óþægilegt fyrir nefnd að taka þetta upp í sjálfu sér. Við skoðum bara söguna hérna, hún er bara ekki góð. Það stendur ekkert í reglunum sem þeir eiga að fara eftir, að þeir ættu að hefða skoða það. Þeir eiga bara að fara eftir ykkur ákveðnum reglum. Það eru, og þegar kemur að skipulagsráði og skipulagsyfirvöldum, þá er sko þetta sem miklaði stein. Þannig að viljuru, eins og sem koma eftir, taka á braskinu, þá ferði ekki inn í byggingasögu og ferði ekki inn í sögu þess aðeila. Setur það bara inn í reglum. En gjaldþrot finnst mér ennþá vond refsing í 5 ár. Það þurfi ekki að fara að byggja fyrir 100 milljónir þó með því að fara að byggja. Það getur verið alls konar ástæður. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Preben Jón hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Baldvin Valdimarsson. Forseti og getur bæjarfulltrúar. Ég vil fyrst ítreka við skulum, og ég vil taka undir nánast allt sem að bæjarfulltrúi Preben Jón hefur sagt. Við megum ekki og eigum ekki að hræra öllu í einn pott og hræra öllu sem fólki sem hefur því miður lent í gjaldþrotum. Það eru misjafnlega heiðarlegar ástæður fyrir því og geta jafnvel verið strangheiðarlegar ástæður fyrir því að fólk væri í gjaldþrot. Og þess vegna eigum við að reyna eftir fremsta megni að þannig fólk, heiðarlegt fólk, lendi ekki í því að fá ekki lóð eða þarf á lóð að halda fyrir ósekju. Það er þessi 5. málsgrein í grein 3.3 sem við erum að tala um. Það var svo grein sem að mér langaði helst að fá að gera breytingatillögu við en vannst ekki tími til. En þannig að sko þessi 5 ára regla, ég vil ítreka það, hún kemur samt ekki í veg fyrir að við fáum ekki inn kennitöluflakkara. Hún frekar útilokar heiðarlega fólkið frekar en óheiðarlega fólkið. Þannig að það er þessi grein held ég sem að við þurfum að endurskoða. Þess vegna vil ég taka undir með bæjarfulltrúa Preben að við skulum gefa okkur aðeins meiri tíma. Þetta er bara mjög góð umræða og við skulum gefa okkur meiri tíma til þess að vinna þetta og taka þetta svo fyrir aftur. En í þessum reglum opinber innkaup að þá er til dæmis hér ein setning að það skuli litið til þess sé að ræða sömu rekstrareiningu með sömu eða nær sömu eigendum sömu eða nær sömu atvinnustarfsemi á sama markaði án tilliti til þess hvort fyrirtæki hefur skipt kennitölu verið stofnað til þessa nýju og í þessu skyni er heimilt að kanna viðskiptasögu stjórnenda og helstu eigenda. Einhver svona texti gæti hjálpa okkur við það að sía út þá sem eru greinilega að sækja lóð í einhverjum öðrum tilgangi heldur en að ætla sér sjálfur að byggja á henni. Ég held reynda líka að við séum að tala hérna tilvik sem betur fer eru afar fátíð. Þannig að þetta er kannski ekki mikilvægt að þýletinu til, þetta er mjög fátíð. En þegar þetta hugsanlega kemur upp og við höfum lent í því hérna hjá Akureyrarbæ með útboð og jável lent í málahörlum sem gengu reyndar mjög vel þegar við fengum tilboð í byggingar frá fyrirtækjum sem við bara treystum ekki og höfnuðum lægsta tilboði og sem betur fyrir að þá komumst við upp með það því að það voru fyrir því málefnaleg rök. En það þurfti kannski að fara svolítið löngu leiðina í það skiptið. Þannig ef við getum smíðað eitthvað svona einfalt inn í þessar reglur að þá tel ég að það væri til bóta og vil taka undir það að málunum verði frestað og við bætum þessu örlitla en mikilvæga atriði við. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Baldvin Valdimarsson hefur lokið máli sínu. Orðið laust. Bæjarfulltrúi Edvard Hæbens tekur til máls. Já, ágæti forseti og bæjarfulltrúar, mér sýnist einsýnt að það verði eins og ég nefndi áðan að við frestum þessu aðeins og tökum þetta tilbaka og bætum þá þessu við í 5. málsgrein í 3.3 og svona hugum að öðrum ábendingum sem komið fram samhliða, en ég held að þetta sé einsýnt. Þetta er auðvitað vandmeðfarið og erfitt að reyna að koma veg fyrir allt og aldrei verður allt meitlað í stein,
en þetta eru þær leiðir sem eru sýnilegar. Við vorum með áherslunar á umsækjendur með stofnframlög og vingafyrirtæki án ágóð og annað slíkt sko, þannig að þetta er eitthvað sem var ekki alveg efst á blaði hjá okkur að koma kannski svona, en þetta er einmitt alveg stórgóðar ábendingar og ég held að við leggjum þá formlega til að við frestum þessu þá til næsta bæjarstjórnarfundar og klárum málið á milli. Og ef rættur Hæpens hefur lokið máli sínu orðið laust. Þessu geta stutt tillögu frestun sem skefið merki. Það er samþykkt samhljóða, málinu fresta og vísa aftur til skipulagsráðs.